Sko, já, ég hélt náttúrulega að við værum venjulega fjölskylda. Já. En svo komst ég að því að þetta var kannski ekki alveg, þú veist, norm. Nei. Sko, pabbi veikist rosalega mikið þegar ég er 6 ára. Okay. Hann bara flippar fyrir inn á geðdeild og og verður síðan bara ótrúlega svona veikur einstaklingur. Já. Og mamma, hún drekkur ótrúlega mikið. Já. Þú veist, og eins og ég segi, þú veist, bara, ég hélt að þetta væri bara allt venjulegt, en síðan áttar maður sig á því, þú veist, þetta er ekkert venjulegt. Nei. Maður fattar það eftir á. Já. Þú veist, þegar maður er barn þá er heimurinn manns bara svona stór og þetta er bara lífið. Þú veist. Já. Var það eitthvað, er einhver geðræn veikindi, var hann greindur með einhver geðsjúkdóm? Bipolar. Já. Nema, þú veist, hann tekur aldrei neina ábyrgð á veikindunum sínum. Þú veist, eða viðurkenni þau. Þú veist, þannig hann er alltaf í slagsmálum við það og gerir hann í raun og veru veikari. Já. Þú veist, og því hann er í afnettun, gagvart þessu. Þú veist, alveg svo ég upplifi mömmu, þú veist, í afnettun, gagvart því hvað hann drekkur mikið. Og ég til dæmis fór í Al-Anon 2011 og fæ þar verkfæri, þú veist, þess að setja mörk og svona, þannig að ég hætti að þóknast mömmu. Já. Þá fór hún í fílu 2015 og hún er ennþá í fílu út í mig. Já. Þú veist, þannig að eða þú veist, ég veit ekki hvað hún er að gera núna, en ég allavega þekki hann ekki í dag. Nei, það var svo langt síðan. Já, þú veist, og því ég bara svona, þú veist, og ég bara veit ekki hvort hún sé hægt að drekka eða bara, við erum ekki í neinum samskiptum. Nei. Eru þau ennþá saman? Nei, þau skilja þegar ég er 17. Já. Hvernig var það fyrir ykkur þegar þú veist, pappin veikist? Hvernig manstu eftir, hvernig það upplifin það var? Sko, það var náttúrulega bara algjört leyndamál. Já. Þú veist, þannig að þetta var eitthvað sem við bara rættum ekki og enginn viðurkenndi í fjölskyldunni. Þú veist, mamma hans og pappi viðurkendi ekki að hann var veikur og þú veist, hann var í vinnu með félagunum sínum, þú veist, og hann hékk þar inni, þú veist, ótrúlega lengi, þrátt fyrir að geta ekki mætt, þú veist, bara svona, eins og ég sé þetta, þú veist, bara svona algjör meðvirkni og síðan hefur hann bara verið út af vinnumarkaði síðan og í raun og veru þekki hann heldur ekki. Þú veist, þannig að ég er svona klippi strengina mína mjög fljótlega. Þú veist, bara ég er 17 ára þegar ég flytt til Ítalíu fyrir fyrsta starfið mitt í útlöndum og síðan bý alveg í 7 löndum. Já. Þú veist, þannig ég kem eiginlega ekkert aftur heim, þú veist, og þá er ekkert fyrir mig að sækja í þau. Þú veist, þannig að, já, minnst sko, ég sé þau svona algjör gjöf út í það að fá hugrekki til þess að fara í þetta ferðalag, þú veist, sem lífið var.